Góð þáttaka var í virkniþingi Suðurnesja, en það hátíð á vegum Velferðarnets Suðurnesja, þar sem framboð á fjölbreyttri afþreyingu, virkniúrræðum og iðju fyrir fullorðið fólk á svæðinu var kynnt með skemmtilegum hætti. Yfir 30 félagasamtök, starfsstöðvar ríkis og sveitarfélaga og einkafyrirtæki tóku þátt í hátíðinni sem fór fram í Hljómahöll í Reykjanesbæ. Þetta í fyrsta skipti sem við höldum virkniþing. Þetta í raun og veru hátíð sem hluta verkefni, sem bara svona tímabundið verkefni eins og sem heitir Velferðarnets Suðurnesja og eru öll sveitarfélögin, Suðurnesjum, þátttakendur, lögreglan, sýslumaður, Vinnumálastofnun og HSS. Og þessi hugmynd kom bara upp í sumar, þessi umræða í raun og veru að bústa, ef ég má sletta. Það sem alltaf frábæra starf sem í gangi á Suðurnesjum. Þetta virknistarf, bara að koma fólki í virkni. Við erum með fullt í boði, umræðan oft, hvað ekki í boði, þannig að við viljum svolítið ýta undir það. Og hvað í boði hérna fyrir fólk í dag? Það eru næstu því 40 aðilar að kynna þar sem þau eru í raun og veru þeirra starfsemi og það bara allur skalinn. Það bara allt frá félagsstarfi aldraðra, hæfingastöðin, Fjölsmiðjan, borðtennisfélagið, púttklúbburinn og já, bara til að nefna ykkur aðila sko. Segð mér, hvað eru þið að kynna hérna í dag? Ég að kynna Fjölsmiðjuna á Suðurnesjum og það sem við stöndum fyrir, sem virkni virðing von, sem einkennisorðin okkar og það að því við erum með ungt fólk, 16-24 ára í vinnu eða koma þeim í virkni af öllu Suðurnesjum. Og hvers vegna virkni svona mikilvæg fyrir ykkur? Rauninni okkar reynsla, það gerist allt þegar þú ert í virkni. Í stað eins og við erum að fá krakkar sem hafa verið óvirkni í svolítið tíma og eru það búin að kona niður og búin að loka sig af og alls konar. En þegar dett inn í virknina, fara að mæta, hafa tilgang, fara út úr húsi og jafnvel fá laun fyrir það, að þá fara hlutinir að gera sjálfum. Það fer eitthvað stað innra með þeim, þannig að þau eru tilbúin til þess að taka næstu skref. Út af það gengur Fjölsmiðjan að koma fólki af stað, út úr húsi og í vinnu eða nám. Og hver eru helstu verkefni þeirra sem að koma inn til ykkar? Það náttúrulega kompaninn svona sýnilegi hlutin af okkar starfsemi, nytjamarkaðurinn og flestir sem útskrifast frá okkur fara í þannig störf, einhvers svona verslunarstörf. Við erum með sendibíl, krakkar hafa líka útskrifast og farið til vinnu á sendibílum eða einhvern akstur. Síðan það, við erum með reiðhjólaverkstæði, gerum upp okkar eigin reiðhjóla til að selja þau og svo eru 7 krakkar í námi núna sem í FS og fleiri skólum og það þeirra virkni, þeirra vinnu þáttaka felst í því meðal annars. Hvert markmiðið með þessum degi í dag? Markmiðið með þessum degi ekki síst að bara átta sig á því hvað í boði á Suðurnesjum varðandi virkni fyrir fullorðna. Því við erum svolítið að horfa á það skiptir svo miklu máli að vera virkur einhvers staðar. Og hér erum við að horfa svolítið á fullorðið fólk og það að tala bara 18 ára og eldri og fókusa á það hvað hægt að gera. Varðandi bara hér erum við með púttfélag, borðtennis og félag eldri borgara og 88 húsið og Rauðakrossinn og Hjálpræðisherinn og það alltaf vandræðalegt að byrja að telja upp af því það eru svo margir hérna og hérna erum við bara að sýna fólki hvar hægt að vera virkur af því það tengist svo vel að vera virkur einhvers staðar og að líða vel. Þannig að kannski markmið okkar bara öllum líði vel. Og hvaða þýðingu hefur það svona fyrir samfélagi að fólk sé virkt? Þessi velíðan, að við séum með gott samfélag þar sem að fólki líði vel og þá erum við að segja að ef við erum bara ein og förum ekki út að þá þurfum við þessa hvatningu til þess að stíga fram og mæta einhvers staðar. Við getum verið virki í kórastarfi eða við getum verið bara sjálfboðaliðar hjá Rauðakrossinum eða Hjálpræðishernum en svo þetta bæði fyrir fólk sem á vinnumarkaði og líka fólk sem utan vinnumarkaðar og ekki í virkni af því leið og við missum niður virknina eins og gerðist bara í COVID heimsfaraldrinum að það þarf þetta svona svolítið grettistak stundum að koma sér af stað aftur og ef maður byrjar einhvers staðar bara lítið að þá erum við líklegri til þess að vera með meiri virkni og komast út á vinnumarkaðinn eða hvað það sem á okkar markmið í lífinu og öll viljum við að líða vel. Ef við förum að yfir það hvernig dagurinn í dag búinn að vera, hvernig hafa viðtökurnar verið? Bara frábærar, Þetta náttúrulega þessi viðbrögð komið fram úr öllu sem maður átti von á. Þannig að ég bara ekkert mikla vonir, ég vissi ekki hvað að fara, lét Hanna flott spjald fyrir mig og gerði slideshow
Svo bara hér allt á fullu og það svo margir sem þekkja til okkar að kemur óvart því þetta ekki endilega kunnahópurinn okkar sem hér, en fólk á tengingarinn inn og mér finnst rosalega mikilvægt að halda svona þing eða hvað þetta kallað vegna þess að ég sem forstöðumaður þarna allt í einu sé ég bara tengingar sem ég get nýtt mér fyrir mína starfsemi og það það sem við þurfum meira, það að vinna meira saman og einstaklingsmiða það sem við erum að gera fyrir hvern og einn. Segið mér, hvað eru þið að kynna hérna í dag? Prjónakvöld í 88-húsinu. Það alla mánudaga frá 8 til 10. Og fyrir hverja þessi klúbbur eða þessi kvöld? Það eru allir velkomnir og eru bara frábært að sjá sem flesta. Við erum að miða við 16+, alveg bara þetta í 88-húsinu, en allir velkomnir, 50, 60, 90, allir. Og hvernig hafa viðtökurnar verið hérna í dag? Mjög góðar, það bara, já, fólk bara vissi ekki að það væri eitthvað svona í gangi, þannig að það hafa verið góðar. Þannig að þið myndu segja að þetta væri frekar svona góð auglýsing fyrir ykkur? Já, algjörlega, klárlega. Við hefum ekki verið duglegar að auglýsa, sko, en það væri gaman að fá fleiri til okkar. Segið mér, þetta mestmegnis konur eða karlar hjá ykkur? Það hefur eiginlega bara verið konur hingað til. Við erum bara mjög spennt að fá að sjá fyrsta karlmannin eða manneskjuna sem er ekki kona. Þannig að þið eru að hvetja alla til þess að mæta? Algjörlega.